Matti, mamma vill fá mæk. Ok. Jæja, kæru gestir. Við ætlum að æfa okkur sérstaklega þetta fullorðna fólk að hafa þögn. Þeim eiginlega bannað að tala og þeir tjá sig nema bara með táknmáli og söng. Þeir æfa sig ekki. Við alveg sammála sjálfur mér. Ég talaði við stelpurnar allt og lítið að fara í salinn. Förum í Háskólabíó, Eldborg eitthvað, en það samþykkt ekki, en það verður 55 ára afmælinu. En ég verð að segja ykkur eitt, að ég var 21 þegar ég byrjaði í Kársnesskóla og ótrúlega hvað þetta er búið að líða hratt og fljótt. En hvað hefur ofboðslega margir fylgt manni og ég er óendanlega þakklát fyrir þennan glæsilega hóp sem ætlar að vera hérna í dag. Ég er ennþá stoltari yfir þeim sem tóku við af mér. Að Álfheiður, ég getur sagt ykkur það er ekkert grín að fara í fótspor mín. Eins og hann sagði Guðmundur Oddsson einu sinni, því betur sé kynnist henni Tótu, því meira dáist ég á honum Martin. Af því að ég er bara of virk. Það er bara svoleiðis, ég er með ofvirk og svo er líka með svolítið athyglisbrest, en þetta hefur verið alveg rosalega skemmtilega rússíbanareið, engin dagur eins. En Álfheiður og Þóra, þetta er líka svo breyttur tími. En þegar ég byrjaði í Kársnesskóla, það var ekkert að vera. Búðir voru lokaðar helgar. Foreldrar voru bara heima, börnin sín og mættu og gerðu allt. Nú er þetta bara allir út allt, endalaust. En það standa sér frábærlega vel. Þetta byggur að skála, nei fyrir Þetta átt að klappa fyrir þeim stelpunum Álfheiður. Við byrjum, Matti, í tilefni af þessu hálfrar aldar afmæli, þá varð náttúrulega semja lag og við ákváðum að sjálfsögðu að leita til gamals kórdrengs, hans Halla, sem situr hér við píanóið. Og úr var þetta dásamlega lag sem heitir Syngjum. En þetta var smá erfið fæðing textalega séð og lagið var komið, en svo vorum við að vesenast með texta fram og tilbaka og endanum þá auðvitað hringdu við grátandi í Þórunni Björnsdóttur sem að hnoðaði saman hann að texta ásamt Halla. Og þetta er algjörlega dásamlegt, ég held að þetta verði svona smá þjóðsöngur Kársnes, þegar framleiða stundir. Þannig að nú ætlum öll að læra þetta svolítið vel. Himnustu hjörtu hann
ætla að biðja ykkur að klappa sérstaklega fyrir núverandi skólakór Kársnes. Þetta framtíðin okkar. Það búin að vera þetta síðan klukkan 11 í morgun, þessar elskur. Nú fara að fara heim. Takk fyrir það. Hleypið strákunum að og gefa rúmstelpur þegar það verið í miðunni. Ég ætla að segja ykkur eina sögu með þeir að raða sér upp. Þær eru býsna margar uppáhaldssögurnar mínar. Ég ætla að segja ykkur sögu af honum Óla. Hæ Óli, er þið sama? Hann heyrir ekki. Óli, ég ætla að segja söguna þér. Hann var nýbúinn að fá nýja skyrtu, ofsalega flotta nýja kórskyrtu, hann var svo ofsalega stoltur. Og ég var að segja við krakkarnir að syngja mess og sunnudegi, koma annarkvort í hvítum eða svörtum buxum. Og svo kemur mamma Óla heim og þá stendur hann alveg ofboðslega spenntur. Mamma, við verðum að drífa okkur í bæinn, við erum að kaupa bæði hvítar og svartar buxur. Við erum að syngja með kórnum. Og mamma segir að svona einsta móðir með 4 börn, hörkudugli í 4 vinnum. Og segir ég það nú bara svo þann Óli minna, getur ekki verið að við bæði að kaupa hvítar og svartar buxur. Tóta sagði hvítar og svartar buxur. Og það bara við þegar þau þrefa og þrefa og þrefa. Og enda með að Óli er alveg bugaður og fer inn í stofu, hendir sig grátandi í sófann og segir: Þú skilur þetta ekki, við eigum að syngja 2 lög.
Þorvarður góði, vantar þið nótur? Ég veit, ég voru muni eftir bíómyndinni hérna Karlakórinn Heklu. Það var einn, hann var reynda blindur, hann var alltaf stýrið sér alltaf öfund í kúrtum. Þorvarður góði er alltaf að kíkja á nóturna hjá gæjanum fyrir aftan. Getur einhver redda á hennu nótur? Hann er búinn að vera upptekinn eins og þið sjáu kannski. Það var nefnilega allt tekið upp hérna og núna er beint streymi. Þannig að hann er búinn að vera að standa í ströngu, drengurinn sjálf. Takk fyrir það, Helgi Þormóður.
einhvern tíma sagði ég við Gissur,
Æ, elsku Gissur minn, það hefði nú bara verið betra að þú eru aldrei farið í kór. Það var bara forríkur endurskoðandi dag. En þá sæir þessi elskaði mig og því gleymi ég aldrei. Nei, Tóta mín, þá var ég dauður. Takk fyrir, ég ætla að fá að segja samt tvennt. Takk fyrir. Það er ekki oft sem að maður kemur fram á tónleikum og flytjendur eru helmikið fleiri en áhorfendur. Kirkjunni heitir þetta messufall, þegar eru 5 í kórnum og 3 í salnum. En ef þið horfið á hópinn hérna, já, allan hópinn, þá erum við öll hérna, langflest sem er ekki lengur í kór hjá Tótu, þannig að það kemur tölvupóstur eða messenger skilaboð. Hei, hérna allir að mæta á kóraöngu klukkan 3 í Kársnesskóla á 5. Og við sem að hlustuðum á Tótu, sérstaklega hennar einstaka suss. Viltu gera eitt suss fyrir mig? Þetta heyrist meira en allt skvaldur. Við sem tökum bara mark á Tótu, við mættum og þetta er hópurinn. Virkilega vel gert. Takk fyrir. Takk fyrir. Einn, tveir. Þetta er opin æfing, já. Mér finnst þetta svo asskoti gott. Já, ég er til. Gissur, við heyrum ekki til. Hannes er trommari, hann heyrir ekkert. Líf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
storm kveðju mína ber. Þú fagra minning eftir skildir eina sem aldrei gleymist meðan lífs ég er. Þá vil ég fá að skipta svið. Ég fá þar upp á svið sem hafi ekki komist upp á svið hingað til. En við þurfum neitt að það dúfurnar hérna alveg tilbúnar í slagtólum. Okay. Next er Today has been okay. Fljótt að koma upp. Stelpur, fljótt. Selfie. Ég fáður upp á svið sem hafa ekki komist upp á svið. Hinn að fara niður sem búin að vera allan tíman. Við skiptum svolítið á.
Næsta lag er eitt af mínum allra mest upphólslögum, Today has been okay. Og ég veit ekki hvað hún Emilíana mín er búin að syngja þetta oft með okkur, en hún lætur allt eftir mér selska. Takk Emilíana að koma. Takk. Ég reyndar á þetta lag ekki lengur. Búin að gefa Tóti það, Martini. Friends tell me it's spring. My windows show the same. Without you here, the seasons pass me by. I know you are not known, that loved like me and you. Oh, the same I miss you. Today's been okay. Today's been okay. Preacher lost his son. He's known by all in town. He found him with another son of God. Feeding on that praise. Never mind what God says. But love had lost its cause, and I thought today had been okay. Today's been okay. Today's been okay. Winters burned your skin. The lovely air so thin, and the salty waters underneath your feet. No one's gone in vain. Here's where you stay. This life has been insane, but today's been okay. Today's been okay. Today's been okay. Today's been okay. Nokki og Gunni, vil ég býða þetta smá?
og maður rétt fá Öllu og Adda. Nokki myndi mig á að fyrir 10 árum þá kom Emilíana til með okkur, við vorum að syngja þetta afmælistónleikum í Hörpu og ég skipaði hann og kom með gítarinn að þegar hann var að spila stundum svona einhverja slagara og þegar hann kom svo á svið og sagði hvað á ég að spila, þú ætti að spila þetta lag þetta með Emilínu Torni í Eldborg og hann sagði oh boy hún leist ekki á blikunni, gerði náttúrulega með Sóm og Sann og er komin aftur. Gunnar minn var hérna með, gerði þetta líka nokkur sinnum og er núna klára að vera tónskáld eins og margir hérna líka og Addi minn og kontrabassan, búin að vera hérna síðan 11 í morgun, spilar alltaf með og Alla, hvað er Alla mín? Má ég biðja ykkur að klappa fyrir þessu frábæra fólki okkar. Þá eru það dúfurnar. Það verða allir tónleikar að hafa eitt áhættuatriði og það kemur núna. Mjög spennandi, heitir Dúfa Dúfa. Sigurbjörnsson var mikill vinur skólakórs Kársnes og samdi fyrsta lagi sem við fengum frá honum var þegar vorum farið í Norðurlandareissu, ég held að hann hefði látið mig fá það 3 dögum áður en við fórum og ég fór að gráta því svo nóturnar þetta var svo erfitt. En við sungjum þetta mjög lengi og vel. Við fengum síðan þetta lag frá Öldutúnskórnum og allir vinum mínum. Þetta lag heitir Dúfa Dúfa og mér er sagt af ábyrgum eiginmönnum að þegar það er partí á eiginkonunum þá byrjaði ég til að bresta í söng allar vinkonur að syngja Dúfa Dúfa og klúðraði alltaf. Þannig að við ætlum að reyna núna við þetta bráðskemmtilega lag sem er eftir að Þorgeir Sigurbjörnsson því að sjá fyrir ykkur litlar hópadúum sem er að flækjast í Porti, Húsasundi, í París og við hefum svo miklar ágjör að detti niður.
Sko, við erum með eitt stúlkubarn frá San Francisco. Við erum með 2 frá Njári. Réttibænd. Hvar eru þið? Frá Noregi, frá Danmörku, frá London, frá Borgarfirði Eystri, frá Hellu, frá Flateyri og hvað er ég að gleyma? Og frá Vestmannaeyjum og Reykhólasveit. Þannig að þið sjáu það er mikið á sér lagt að vera með og ég er búin að fá grátandi frá, ég veit ekki hvað mörgum krökkum. Það kom mér á óvart, mikið rosalega búa margir í útlöndum, sérstaklega korpöld. Að kvartettum glæsilega Vallagerðisbræðrum sem gjöra ég hef haft það fyrir reglu að stelpurnar máttu vera í kór þangað til eftir 1. bekk í mentó. Þá bauðu þeim öllum heim til mín í mat og rak þær. Sama með strákana þegar voru 12 ára, voru bara að fara í mútur, þá var ég þurfti að vera stundum að fara og gefa þeim bragðaref eða eitthvað, mútaðinn til þess að hætta. Ég held að ég hefði þurft að fara 10 sinnum með þessa, þeir komu samt alltaf aftur.
og ég var í vandræðum með þessar elskur, þannig að það enda með því að ég tók það bara sér og hér er árangurinn. Ég gleymdi að sviptunga mér núna frá þessu. Whisper to me, honey, you'll be mine. Way down yonder in the old cornfield. For you, I'll pine. Sweeter than the honey to the honeybee. I love you, say you love me. Meet me in the shade of the old apple tree. My Eva, Iva, over, Eva, Iva, over, Eva, Iva, over, Eva, Iva, Kvöldið fagur, sól sest og sefur fugl á grein. Við skulum koma, vina mín, og vera saman ein. Ég þekki faran lítinn lund hjá læknum upp við foss. Þar sem að gróa gullin blóm, þú gefur heitan koss. Þú veist að öll mín innsta þrá ástarkossin þinn. Héðan af aðeins yndi ég í örmum þínum finn. Ég leiði þig í lundinn minn, mín ljúfa, komdu nú. Jörðin þó eigi ótal blóm,
Passa ykkur á snúrunum. Já, það verður bara mjög flott við setjast bara. Þessi treysta sér að setjast, með geta að gera það. Jæja. Þetta er búið að vera mikil lífsreynsla fyrir mig. Vegna þess að þau hlýða mér í einu og öllu. Það er bara alveg sama hvað ég segi, þetta er bara ger þetta. Þau breytast bara öll í 10 ára og verða eins og englar, dásalög krakkar, vini mínir í dag. Hérna, við ætlum að syngja 2 af mínum uppáhaldslögum, byrja á lagi sem heitir Hvar eru fuglar, rússneskt lag sem við lærðum einu svona rússnesku barnakór sem kom hérna til okkar og ég bara féll hugfangi fyrir og svo Þökk sé þessu lífi. Sem var inn á milli allra laga fengi að tróða upp allar þessar stjörnur sem eru í þessu stjörnukór. Við erum nefnilega með hérna hvað heitir þetta, ædolstjörnur, með krakkar sem hafa unnið í söngvakeppni menntaskóla, við erum með marga óperusöngvar hérna inni, til dæmis með svolítið 5 og við erum með ótrúlega mikið af músíkalsku talentur fólk hérna sem sitja hérna bara síðan og syngja með bara eins og allir hinir, þetta er náttúrulega frábært. Ég veit ekki hvort ég sjá Emilínu, hún er búin að vera mjög stressuð að æfa sig á þessum lögum. Hvar eru
Þetta er búin að vera ótrúlegu dagur. Ég var ein heima hjá mér í morgun að snuddast eitthvað svona og svo fór ég að lesa eitthvað skilaboð frá krökkunum og svona allt í einu og segi, býttu, ætli ég sé nokkuð dáin. Það var svo fallegt og yndislegt. Ég bara get ekki lýst í hvað ég er þakklátt fyrir allt á, fyrir að fá þessar stelpur. Ég ætla að biðja Álfheiði og Þóru, þetta er framtíðar stjórnendurnar okkur að stjórna okkur síðasta lagi og við ætlum að syngja maðurstjórnarnar sem við höfum alltaf gert. Við erum búin að því. Maður byrði Öllu, alla komika hljóðfæralekarana komika upp og kannski líka Gissur. Komið hérna. Þið eru beðin að syngja með.
Og ef þið kunnið þetta ekki, þá erum við í vondum málum og verðum að fara heim á æfingur. Takk kærlega fyrir komuna. Það er kórpartí. Þið heyrðuð áðan hvað ég hlakka til. Bara innilega þakklæti fyrir þið sem er börn hérna í þessum hópi og hafið fyllt kórnum bara í 50 ár sem fyrir ykkar. Kærar þakkir fyrir komuna enn og aftur. Njótið sumarsins. Verða þetta.
Takk.